útsendingu. Ég ætla að biðja að fá heimild til þess að hér eru þetta fundur með 16 liðir og ég ætla að biðja heimild að fá að byrja á dagskrárlið nr. 14. Eru allir sammála því? Og þá byrjum við á lið 14. Gyða Steinsdóttir, sérfræðingur hjá KPMG. Hún hérna á Teams og fer yfir viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Gerðu svo vel, Gyða. Takk fyrir Ragnhildur. Sjá þetta nokkuð skýrt? Hér sjáum við viðauka fjárhagsáætlun, þriðja viðauka fjárhagsáætlun ársins 2022. Og í þessari töflu sjáum við breytingar viðaukans rekstrarlega í fyrsta dál og svo upphafleg rekstrarniðurstaða samkvæmt upphaflegri áætlun, samantektir allra viðauka og síðan rekstrarniðurstöðu með viðaukum 1-3. Niðurbrotið í þessu skjali er niður á deildirnar. Þannig við sjáum hérna fyrst breytingar á skatttekjum og þær snúast aukin framlög frá jöfnunarsjóði. Stærsta fjárhæðin er 130 milljónir vegna framlags frá jöfnunarsjóði vegna sameiningar sveitarfélaga. Í undirliggjandi félagsþjónustu eru 132,4 til aukningar gjalda sem er vegna framlags til reksturs dvalarheimilis. Aukning er síðan í fræðsluuppeldismálum vegna skólaaksturs. Og síðan er í A-hlutanum bæði í lið 28 og 31 breytingar á fjármagnsliðum og fyrningum. Þannig að útleiðsla á A-hlutanum er tæpa 4,2. Og í B-hlutanum eru örlitlar breytingar í hafnarsjóð fráveitu vegna fjármagnsliða. Síðan kemur stór breyting hjá FSH og það er vegna þess að það verður að taka tilbaka áætlaðan söluhagnað vegna sölu eigna. Og svo sjáum við aukin framlög til dvalarheimilisins upp á 136 sem er þá framlög úr A-hlutanum til þess að ná að netta rekstur dvalarheimilis út innan ársins. Þannig að í heildina er viðaukinn að hafa breytingu upp á 3,3 í samstæðinni. Er eitthvað hér sem þið viljið spyrja mig út í? Þannig að þetta er bara áfram og þið getur líka spurt mig á eftir. Hér sjáum við þá bara samantekinn rekstrarreikninginn og þá er fyrst í A-hlutanum upphafleg fjárhagsáætlun, samlagning fyrir alla viðaukana og fjárhagsáætlun með viðaukum sem í rauninni samsvara við yfirlitið sem ég var að fara yfir með ykkur eftir niðurbrotaðar deildir. Þá sjáum við að rekstrarniðurstaðan er þá -210,7 í A-hlutanum og svo sjáum við niðurstöðu hérna í samstæðinni lengst til hægri, ég bara sé ekki síðasta dálkinn. En ef við skoðum aðeins hérna sjóðstreymisáhrifin, þá eru þau hér að handbært fé frá rekstri er að breytast úr upphaflegri áætlun í 70,1 niður í 22,5 í A-hlutanum og úr 129,3 í 178,3 í samstæðinni. Og hér sjáum við síðan þá breytingarnir í fjárfestingarhreyfingu þar sem í gegnum viðaukana hafa orðið breytingar á fjárfestingum. Þannig að fjárfestingar í A-hlutanum er gert ráð fyrir 70 milljónum en 96,6 í samstæðinni. Og það er verið að leiða tilbaka hérna sölu í B-hlutanum. Síðan eru hér áhrif í sjóðstreyminu á viðskipti milli tengdra aðila vegna innan samstæðunar vegna framlags til dvalarheimilisins og útleiðslu á breytingum í efnahagsleikum á dvalarheimilinu. Þar sem að allar eignir sem eru inni í dvalarheimilinu fara yfir í eignasjóð og eignasjóður yfirtekur lán sem fara inn á dvalarheimilinu og svo eru aðrar eignir sem fara yfir í aðalsjóð sem veitir síðan á móti framlag til dvalarheimilis. Þannig að hægt sé að netta eigið fjárreikning dvalarheimilisins
Og Eignasjóður með fasteignina inni hjá sér og mun áfram í rauninni innheimta leigu fyrir afnot af þessum eignum sem voru inn í dvalarheimilinu. Hér kemur svo risastórt skjal. Í rauninni þetta málaflokka yfirliti með viðaukum, í rauninni bara leitt saman. Ég er nú svo sem ekkert að eyða tíma ykkar í að fara yfir það sérstaklega nema það sé eitthvað sem þið viljið spyrja út í. Síðan ég hérna með fyrir ykkur aðeins yfirliti yfir efnahaginn. Þannig að það sjáið í rauninni með þessum viðauka 3 hérna eins og ef þið horfið á dvalarheimilið inn í B-hlutanum að þá í rauninni allar eignir komnar á 0 með þessum viðauka og á sama skapi skuldur og eiginfjárreikningurinn komið að reynda stendur hérna 1 króna inn í okkur en það náttúrulega lagast. Það einhvers staðar mismunur. En í heildina þetta komið á 0 með útleiðslu á þessum viðauka. Spurning hvort að eitthvað sem þið viljið spyrja út í. Eitthvað spurningar til gefið viðauka? Og útleiðslu frá dvalarheimilinu út af reikningum sveitarfélagsins. Nei, þetta Það er svo ekki verið að gera. Það var skýrt. Og ég þó ekki bara kveðja ykkur og þakka fyrir mig í bili. Já. Það viljið hafa mig á línunni áfram. Nei, ekki. Bara takk hérlega fyrir. Já, takk sem þau skokk ykkur vel. Takk. Bless. Enginn sem vill hvað sem er hrós undir þessum lið. Ekki viðauka. Já, undir lið 14 voru það ekki um flugleika byrði geðu. Þú vilt að fá það sem það má. Gerðu svo vel, Haukur. Fundarstjóri, fundarmenn. Við höfum náttúrulega tekið nokkra viðauka í ár. Það er náttúrulega þessi vinna sem í gangi og það er náttúrulega verið kannski flóknara heldur en áður þar sem við erum að sameina 2 sveitarfélög. Þeir fara að nálgast. Maður er svona farin að sjá aðeins betur út hvað við erum með í höndunum. Ég ætla að koma hérna með bókun. Ég notaði tölurnar sem voru í yfirlitinu sem stemma ekki alveg við þess sem að Gyða var að tala um hérna. Svona tölur sem voru með svona rúnar í milljónum. Þannig ég þarf velverningar því að þær eru aðeins á skjön en þetta er svona mjög nærri lagi engar síður. Og hefst á bókun. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2022-2025 á 405. bæjarstjórnarfundi 9. desember 2021 samþykkti minnihluti ekki áætlun. Í bókum var viðrað meðal annars að þar væri komin á stækkun innviði í grunn- og tónlistarskóla sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun. Að gert verið ráð fyrir miklu tekjum með sölu eigna en óljóst hvort og hvenær yrði að sölu. Lántökur voru rífulegar og raun meiri en væri í sérstöku fjárfestingarátaki til að spyrna við COVID. Sú staðreynd að veltufé frá rekstri duði ekki fyrir afborgun lána og þrátt fyrir að 4 ára áætlun sýndi alltaf bóta því á síðasta áætlunarári þá færi sú lausn alltaf fram 1 ár. Í kjölfari lýsti meirihluti vonbrigðum með að pólitíska leiki væri að ræða í aðdraganda kosninga með því að varpa fram á óábyrgum fullyrðingum um fjárfestingar og lántökur á sama tíma og væri með varnarorð þá hluti.
Við í minnihlutanum stöndum enn við okkar málflutning í desember 2021. Stærstu liðir í þessum viðauka er færsla á 132,4 milljónir skulda dvalarheimilis yfir í A-hluta sveitarfélagsins. Lækkun á tekjum 140 milljónir þar sem ekki verður að sölu eigna og á móti hækkun á tekjum 130 milljónir vegna fyrstu greiðslu á sameiningaframlagi frá Jöfnunarsjóði. Vert er að skoða mismun á upphaflegu fjárhagsstofnum fyrir 2022 og viðauka 3. Rekstrarniðurstaða var upphaflega áætluð 111,3 milljónir í hagnað en er núna 121,8 milljónir í tap. Mismunur er 233 milljónir. Fjárfestingar voru áætluð 348,5 milljón en er núna 132,7 milljónir. Mismunur er 248 milljónir. Tekjur af fjárfestingum, það er sala eigna, styrkir og gatnagerðargjöld, voru upphaflega áætluð 239,7 milljónir en eru núna 58 milljónir. Mismunur er 182 milljónir. Lántökur voru áætluð 250 milljónir en eru nú 100 milljónir. Mismunur er 150 milljónir. Veltufé frá rekstri var áætluð 148,3 milljónir en er núna 197,6 milljónir. Mismunur er ríflega 49 milljónir í aukningu. Ljóst er að verðbólga hefur haft mikil áhrif á rekstur hjá okkur en gert var ráð fyrir 3,3% verðbólgu í upphaflegri áætlun en við erum í dag með 9,4% verðbólgu. Hvert prósentustig eykur kostnaði eitthvað nærri 23 milljónum og má því gera ráð fyrir áhrif á verðbólgu sem einhvers staðar í kringum 130 milljónir eða svipuð upphæð á fyrsta framlag vegna sameiningar. Vert er að hafa í huga að áhrif verðbólgu eru engin á veltufé en framlag vegna sameiningar bein tekjuaukning og er til hækkunar á veltufé frá rekstri. Undir þetta skrifar íbúalistinn Haukur Garðarsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir og Ragnar Már Ragnarsson. Það er mjög gott að við náðum þessari sameiningu, hún hjálpar okkur mikið og er það vel. Ég vil taka fram, ég veit að handbært fé hefur hækkað líka svolítið og það er alveg vert að taka það fram. Ég er bara ekki með það tölur og ég var að vinna þetta hérna rétt fyrir, klára bókuna rétt fyrir fundin þannig ég náði bara ekki að sitja inn en það er tala sem er líka, er alltaf leið að koma fram ef ykkur hefur hana. Læt ég þetta nægja í bíl og þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja kveða til ljós? Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti, ég bara vil þakka Hauki Garðarssyni fyrir ágætu yfirferð og endurspeglaðist ágætlega þessi yfirferð, bara hvernig staðan er og hvað hefur áhrif í hérna okkar rekstri einna helst, en það er verðbólgan eins og fór ágætlega hérna yfir. Þessi miklu munur á rekstrarniðurstöðu á fjárhagsáætlun síðasta árs og þeirri niðurstöðu sem við erum að tala um hérna í viðaukanum er náttúrulega stórum hluta, langstæðstu hluta vegna verðbólgu og síðan er mismunurinn í fjárfestingunum eins og hann fór hérna yfir einna helst á að áformum sölu á eignum gengu ekki eftir og lækkuð á fjárfestingu til samræmis við það. Það er þá mismunurinn í fjárfestingunum og lækkuð á fjárfestingar svona í samræmi við það og voru þá ekki 300 milljónir heldur enda þá frekar einhver undir 100 milljónum, 80 milljónum kannski á þessu ári. Nú, og svona lokum kannski bara komið þá er svona að fylla upp í þessa mynd hjá Hauki, þá er handbært fé sveitarfélagsins 144 milljónir eins og staðan er í dag. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða til ljós? Undir lið 14. Svo er ekki. Þá lesi ég upp samþykkt. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Hver eru samþykkir þessu? Það er 4 samþykkir. Hver eru á móti? Og sitja þá hjá væntanlega 3. Náður þessu þó. Þá
Byrjum við á dagskránni á lið 1. Fyrsti liður, fundargerð skóla- og fræðslunefndar frá öðrum fundi skóla- og fræðslunefndar samanlega sveitarfélags. Fundargerð er lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 2, bæjar á Stykkishólmsbæjar og Helgásveitar, lögð fram 4. fundargerð, lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 3, afgreiðslu fundur byggingafulltrúa, nr. 25, lögð fram 25. fundargerð afgreiðslu fundar byggingafulltrúa og lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 4, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Lagðar fram hér fundargerðir Breiðafjarðarnefndar frá fundum 204 og 205, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 5, áskorun frá félagi atvinnurekenda, húseigendafélaginu og Landssambandi eldri borgara. Lögð er hér fram sameiginleg áskorun félags atvinnurekenda, húseigendafélagsins og Landssambandi eldri borgara til stjórnvalda. Þar sem lagt er til að ríki og sveitarfélög að grípi til aðgerða til að hindra að gífurlegar verðhækkanir á fasteignamarkaði leiði til mikilla hækkana fasteignagjalda á eignir fólks og fyrirtækja. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 6, sveitarfélög skipulagsáætlanir og framkvæmdaleyfi til skógræktar. Lögð er hér fram ályktun Skógræktarfélags Íslands frá aðalfundi félagsins sem haldinn var í Mósesbæ dagana 2. til 4. september 2022. Félagið skorar á sveitarstjórnir landsins að vinna að skipulagsáætlun í takt við stefnu stjórnvalda skógrækt í landinu á landsvísum. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 7, samgöngumál. Byggðarráð Dalabyggðar fjallaði á 299. fundi sínum samfélagsvegi og uppbyggingu vegakerfisins. Byggðarráð samþykkti jafnframt að bjóða byggðarráðum Húnaþings vestra og Stykkishólmsbæjar og Helgásveitar til fundar samgöngumál og þá brýnu þörf sem fyrir hendi er á vegabótum þeim á svæðum sem ræðir. Bæjarráð boðaði mætingu sína og sameiginlegan fund á 4. fundi sínum. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 8, Nesvegur 22a. Lagðar fram kærur til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og greinargerð sveitarfélagsins til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna málsins ásamt fylgigögnum og öðrum málum tengdum framkvæmdum við Nesveg 22a. Fulltrúar Rask og Harvester EHF, Anna Kristjánsdóttir og Ómar Kristjánsson kom inn á 4. fund bæjarráðs og gerðu grein fyrir verkefninu og svöruðu spurningum en kynning þeirra jafnframt lögð fram. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust undir lið 8. Ragnar Már, fulltrúi í lista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erum við að fjalla þær kærur sem hafa borist til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ákvörðunar hálistans að veita byggingafulltrúa heimild til að veita byggingarleyfi fyrir þörungaverksmiðju á Nesvegi 22a. Kærarnar eru 4 og eru þær undirritaðar af 13 aðilum og það var svo sem viðbúið að málið færi í þennan farveg, það er að segja að íbúar myndu kæra málið og voru við íbúarlistanum meðan annars búin að vara við þeirri stöðu sem er komin upp í dag og kannski vegna þeirra svona viðbragða við þessum viðvörunum okkar sem hálistinn viðhafði í málinu. Þrátt fyrir að hálistinn hafi nú verið svona nokkuð öruggur í málinu frá upphafi að þá var ákveðið að kalla eftir umsögnum frá Minjastofnun, Breiðafjarðarnefnd, Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Ég saknaði þess nú reyndar að sjá ekki formlega umsögn frá Skipulagsstofnun vegna málsins
en það var einungis óskað eftir svari Skipulagsstofnunar hvort að 950 fermetra bygging þar sem á að vera starfrækt þangvinnsla sé háð umhverfismati samkvæmt lögum mat á umhverfisáhrifum. Einnig kemur fram í erindinu að framkvæmdaraðili og bæjarstjórn telji að framkvæmdin muni ekki hafa umtalsverð áhrif vegna umfangs, eðlis eða staðsetningar. En það hefði kannski átt að standa að meirihluti bæjarstjórnar hefði ekki áhyggjur af þessu. Svarið frá Skipulagsstofnun var einfalt: fyrirhuguð framkvæmd fellur ekki undir lög umhverfismat framkvæmda áætlana og það ósköp eðlilegt að svarið sé með þessum hætti frá Skipulagsstofnun þar sem einungis verið að spyrja framkvæmdina sjálfa en ekki deiliskipulag. Í tölvupósti sem ég fekk senda frá Otto Björgvini Óskarsinni, lögmanni Skipulagsstofnunar, þann 30. júní síðastliðinn í kjölfar fyrirspurnar minnar til Skipulagsstofnunar varðandi hvort að svona mál þurfa að fara í umhverfismat, þá segir hann orðrétt, með leyfi forseta: við mat á því hvort að framkvæmd falli undir deiliskipulagsgerð þarf meðal annars að líta til þess hvort að framkvæmd sé umfangsmikil eður ei. 1000 fermetra verksmiðja af því tagi að það kallar á deiliskipulagsgerð en ekki grenndarkynningu. Deiliskipulagið háð umhverfismati, samanber A-lið 2. grein laga nr. 111/2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana. Í 6. kafla í 1. viðauka í umræddu lögum fjallað verksmiðjur. Spurning hvort að þessi verksmiðja falli þar undir eða hvort taka kalks, ef slíkt að ræða, falli undir efnistöku ákvæði í 2. kafla í umræddum viðauka. Sveitarfélagið í samráði við framkvæmdaraðila þarf að skoða það best á að sambandi umhverfismatssvið stofnunar. Þannig að þeir eru þarna alveg skýrir strax í upphafi að það gangi ekki að grenndarkynna svona framkvæmd og það hefði þurft að fara með þetta í deiliskipulag sem hefði svo að þurft að fara í umhverfismat. Því miður þá fór H-listinn ekki með málið í deiliskipulagsferli og því erum við að fjalla þessar kærur hér í dag. Umsagnir sem komu frá umsagnaraðilum hljóta að vekja ugg hjá H-listanum. Og svo ég fór að vitna aðeins í nokkrar umsagnir að þá segir meðan annars umsagnirnar eru náttúrulega ansi svona efnismiklar og ég vona að þær verði settar undir málið þegar að fundagerðin verður birt á netinu. Ég held að fólk hefði gaman að lesa það en meðal annars segir bara Minjastofnun hefur áhyggjur af framkvæmdinni vegna nálægðar við minjar. Breiðafjarðarnefnd segir meðal annars í sinni umsögn: Breiðafjarðarnefnd ítrekar að framkvæmdasvæðið á og við verndarsvæði Breiðafjarðar, fláafleygar og landfyllinga á lóð Nesvegar 22a ganga gegn ákvæðum laga vernd Breiðafjarðar sem vernda landslag Breiðafjarðar. Framkvæmdir á lóðinu munu því valda óafturkræfum breytingum á landslagi svæðisins. Umhverfisstofnun bendir á að hér séum að ræða umsókn byggingarleyfi en henni fylgir greinargerð þar sem verkefni kynnt stuttlega. Umhverfisstofnun telur æskilegt að unnið sé deiliskipulag fyrir svæðið þar sem metin eru áhrif fyrirhugaðrar starfsemi á þá umhverfisþætti sem við á samanber grein 541 í skipulagsreglugerð. Sérstaklega þar sem að framkvæmdasvæðið liggur við og hefur áhrif á Breiðafjörð. Umhverfisstofnun bendir á að þeir umhverfisþættir sem hægt væri að hafa sem væri hægt að áhrifameta í deiliskipulagi eru vatn, lífríki, fjörur, loftgæði, hljóðvist og útivist. Áhrifaþættir eru til dæmis frávita, úrgangur, vatnstaka, þangsláttur. Auk þess segir í ofangreindri grein skipulagsreglugerðar að ef í ljós kemur að fyrirhuguð framkvæmd eða starfsemi geti haft neikvæð áhrif á umhverfið skal gera breytingar á deiliskipulagstillögunni til að draga úr hinum neikvæðu áhrifum eða rökstyðja af hverju það ekki gert. Setja skal skilmála vöktun áhrifa og hvernig bregðast eigi við umhverfisvandamálum eftir því sem þörf er á. Og að því að við höfum nú verið að tala meðal annars umræddan samning sem að
að þá hefði til dæmis svona atriði geta komið fram í honum. En það er algjörlega skautað fram hjá þessum atriðum og ég held að við séum að fá það svolítið í hausinn núna með þessum umsögnum. Bærinn bregst að sjálfsögðu við þessu og fær til þessi lögmann sem að sendir úrskurðarnefndinni svar og það er nú hægt að gera ýmsar kannski athugasemdir við það en hann tekur málið saman svona í grófum dráttum hvernig ferlið hefur verið. En bara það að hann sé að vitna í hluta úr bókunum í stað þess að láta hann fylgja alla með, það finnst mér ekki góð stjórnsýsla, verð ég að segja. Þannig að eins og til að mynda þegar hann er að vitna í að bókun þar sem að er falið að ganga til samninga við félagið en skauta fram hjá því að þetta skuli unnið í sátt við íbúa og umhverfið. Nú aðeins, við ætlum svo sem ekki verið með neina sérstaka bókun varðandi þetta mál, við erum búin að bóka nóg um það. Við langar aðeins að koma inn á afgreiðslu hálistas á síðasta fundi. Það er kannski rétt að minna á að fyrir síðasta fund var búið að gefa út byggingaleyfi. Og það vill nú þannig til að 3 af þeim meisturum og byggingarstjórum sem eru skráðir á verkið eru nátengdir 2 bæjarfulltrúum hálistans og því hefði nú verið svona æskilegt að fylgja sveitarstjórnarlögum og kalla þá inn varamenn í staðinn fyrir að afgreiða málið vitandi það þessi tengsl. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Jakob Björgvin, bæjarstjóri, Kjelsvör. Forseti, þakka Ragnari Már bæjarfulltrúa þessa yfirferð og þá hvað áherslur ílistinn hefur í þessu máli og gera engar athugasemdir við það í sjálfu sér. Ég ætla nú bara að koma inn upp til þess að upplýsa það og leiðrétta kannski það að byggingarleyfi var ekki búið að gefa það út fyrir síðasta bæjarstjórnarfund, heldur var það gefið út í október, 14. október síðastliðinn. Og ég hef svo sem til viðbótar það þá hef ég svo sem ekki skýringar á því af hverju hluti á bókunum raðtekinni greiningar sveitarfélagsins. Það var mjög ekki neitt af hálfu sveitarfélagsins sem að truflaði það, heldur var það sjálfstæð vinnubrögð hjá lögmannunum. Og síðan náttúrulega kannski bara ágætt að það sé komið á hreint varðandi það hvort að umrædd framkvæmd hafi fallið undir lög um umhverfismat. Ég er alveg sammála Ragnari Má bæjarfulltrúa að deiliskipulag á svæðinu myndi fallið undir lög um mat á umhverfisáhrifum en þrátt fyrir að áformi eins og liggja fyrir núna grenndarkynning á þessum byggingarleyfistekningum falla hins vegar ekki undir lögum mat á umhverfisáhrifum eins og við höfum svo sem farið yfir. Ég geri enga athugasemd það að deiliskipulagið hefði fallið þar undir og þar liggur kannski misskilningur í þeim þætti málsins. Og kannski svona til þess að rifja upp að í júní síðastliðnum að þá var náttúrulega í skipulagsnefnd farin þessi vegferð að grenndarkynna. Skipulagsnefnd samþykkti það svona til upprifjunar með 4 atkvæðum gegn 1, þannig að það var ekki meirihluti minnihluti í þeirri ákvörðun að fara í þessa vegferð. En hins vegar er alveg rétt sem farið yfir hér ágætlega af Ragnari Má bæjarfulltrúa að eftir þann tíma hafi málið fengið afgreiðslu minnihluta meirihluta frá þeim tíma. Og ég gerir ráð fyrir því að
úrskurðarnefndar muni liggja fyrir mjög fljótlega, ef ekki bara strax á morgun. Þá held ég að það muni bara fást einhver niðurstaða í þetta mál og hvort sem að það séu þessar athugasemdir sem búið að fara ágætlega hérna yfir eða einhverja aðra sem úrskurðarnefndin byggir á í sínum úrskurðin. Það kemur þá bara í ljós á morgun og síðan verður það bara tekin staðan aftur eftir það. Takk fyrir þetta, Jakob Björgvin. Fleiri sem vilja þessi ljós? Steinunn Ingibjörg, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, ágætu fundarmenn, það vildi ég óska að þetta mál var í öðrum farvegi. Ég segi hins vegar eins og Jakob, það er ýmislegt ef kafað er niður sem að maður getur hugsað, að gæti ekki fallið með okkur og annað slíkt. Ég stend hér núna af því að í þessu máli er verið að taka fyrir kærurnar, kynna okkur kærurnar, þess vegna vék ég ekki að fundi núna. En klárlega á síðasta bæjarstjórnarfundi var ég allavega ekki meðvituð það að búið að vera að gefa út byggingarleyfi, enda kemur það fram í orðum Jakobs Björgvins og vissulega hefði ég vikið af fundi. Mér leiðist þegar að verið er að væna mig það að fara gegn lögum eða reglum. Þannig að ég vildi bara leiðrétta það, hér og nú. Ég hefði vikið af fundi, hefði byggingarleyfi legið fyrir og ég verið meðvituð það að manneskja mér tengd væri skráð þarna sem aðili, byggingarstjóri eða annað. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Ragnar Már Gerðsvöld, þú biðjum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, svo ég árétti það að ef ég hef mismælt mig það að það hefur verið búið að gefa út byggingarleyfi á þessum tíma, þá er það ekki rétt. Það var aftur á móti búið að skrá meistara og byggingarstjóra á verkið fyrir, þannig að það lá fyrir síðasta fund. Alveg rétt, það verður ekki búið að gefa út byggingarleyfið, þannig að það er og það var ekki gert með ásetningi að nefna byggingarleyfi sérstaklega. En uppáskriftir meistara og byggingarstjóra lágu fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Fleiri sem vilja kveða þessi ljós? Undir lið 8. Svo er ekki. Þá koma 9. lið, skýrsla stöðu slökkviliða á Íslandi. Það lögð hér fram skýrsla stöðu slökkviliða á Íslandi og lagt fram til kynningar og orðið laust. Ragnar Már, bæjarfulltrúi Íristad, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég renda aðeins í gegnum þessa skýrslu sem er að mínum mati ákaflega góð, svona samantekt á stöðu slökkviliða á öllu landinu og auðvitað er það kannski svona misjafnlega gott eftir stærð sveitarfélaga og kannski eðlilega langbest á höfuðborgarsvæðinu þar sem menn eru í bara fastri vinnu við þetta. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun lét gera þessa ítarlegu og góðu úttekt á slökkviliðunum 2001 og þar var verið að skoða fjölmörg atriði, meðal annars rekstur slökkviliða, húsnæði, þjálfun og menntunarmál, ástand hlífðarbúnaðar og búnaðar, ástand og aldur ökutækja og stöðu eldvarnar eftirlits. Og þegar maður skoðar stöðu
starfshlutfall slökkviliðsstjóra á, við tökum bara hérna norðanvert Snæfellsnesið, að þá er það, ef ég man rétt, þú kannski leiðrétti mig, en þá var það 20% í Snæfellsbæ og 10 eða 8 í Grundarfirði. Þannig að þetta eru svona réttum 50%. Og svo var að slökkviliðsstjóri með eitthvað minna. Svona miðað við þær kröfur sem er verið að gera til slökkviliða og þann aðbúnað og annað sem að þá er þetta ekkert auðvelt fyrir lítil sveitarfélög að standa undir þessu. Þetta er dýr búnaður sem að þarf að vera, líka náttúrulega hlutarins eðli, húsnæði þarf að vera gott og eldtraust. Þannig að maður svona veltir í fyrir sér hvort að, nú veit ég að það er gott samstarf hérna á nesinu milli slökkviliða, en mér langar svona bara að velta upp þeirri tillögu, eða svona ekki tillögu, heldur bara svona þeirri pælingu hvort að það ætti að skoða hreinlega bara svona bruna samlag fyrir allt Snæfellsnesið, þannig að hvert sveitarfélag sé nú ekki að kaupa körfubíl upp á 20-30 milljónir og svona nauðsynlegan búnað, já ég veit ekki, eins og einhvern þvottabúnað fyrir búninga eða eitthvað slíkt sko. Þannig ég vildi bara vekja máls á þessu, mér finnst skýrslan mjög góð og ég held að við ættum að skoða þetta náttúrulega í fullu samráði þá við slökkviliðsstjóra sem að sitja nú með okkur inn í salnum og eins á Snæfellsbæ og Grundarfirði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Ragnar. Jakob Björgvin, bæjarstjóri, þið beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, ég bara lýsa ánægju minni yfir því að Ragnar Már Ragnarsson kom hérna upp og veki máls á þessu. Þetta hefur verið til umræðu, ekki opinberlega eins og hér á þessu vettvangi umræður sameiningar á slökkviliðum á Snæfellsnesi, samtöl óformleg og vangaveltur þeim efnum. Það eru 5 slökkvilið á Vesturlandi og 3 af þeim á Snæfellsnesi. Þannig að og er Dalabyggð í samlagi með Reykhólum og Strandabyggð, þannig að það byggðasamlagst til í eiginlega Vestfjörðum. En þetta er bara eitthvað sem ég held að sé bara gott að taka umræðu og hvað hendar fyrir sinni, og ég minnst að kosti að þá hef ég svo sem talað fyrir því og finnst það skynsamlegt að varðandi tækjabúnu og annað, að þótt að það sé ekki sameinað slökkviliðin eða svo að fara ekki lengra, að þá minnst okkur að taka samtali sameiginleg innkaup, hugsanlega stærri innkaupin, hvar á að staðsetja hvað fyrir allt svæði í heild sinni. Við erum náttúrulega með samning samning sveitarfélög á Vesturlandi eða brunar eða slökkviliðið á Vesturlandi sameiginlega aðstoð ef einhver gerist í öðrum sveitarfélögum. Þannig að við erum þannig með svona samtryggingu í þessum efnum. En ég held að þetta sé eitthvað sem við getum rætt og þótt að slökkviliðsstjórinn megi ekki taka til máls hér á þessu fundi, þá getum við gert það á öðru vettvangi og tekið það bara samtala áfram og sé hvort það sé einhver grunnur að þessu eða þá minnst okkur stegum í sameiginlegum innkaup og fleiri. Ég veit að það er reyndar gott samstarf með slökkviliðsstjórana hér á Snæfellsnesi og Ríka og Vesturlandi í heild sinni. En svona bara því að það var kallað eftir því líka að eftir prósentunum þá eru slökkvilið í Stykkishólmi með 20% starfshlutfall slökkviliðsstjóra og síðan eru þetta 10%. Sko þessi tveir svona brunaverðir, nú horf ég á slökkviliðsstjóran svo hvort hann hristi hausinn. Nú slökkvilið Grundarfjarðar er með 8% og 4% og slökkvilið Snæfellsbæjar er 20% og 10% samkvæmt skýrslunni. Þetta er svona sirka ennþá sambærilegt. Svolítið síðan þessi skýrsla var gerð, þannig að við erum núna með 2 einstaklinga sem í staði fyrir 1 raunverulega hjá okkur. En prósentar svipuð. Takk fyrir þetta Jakob Björgvin.
Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki. Þá komum við að lið 10. Nýrækt 12 lögð fram drög að lóðarleigusamningi við eigendur Nýræktar 12 ásamt lóðarblaði í samræmi við fyrirliggjandi deiliskipulag. Bæjarráð samþykkti á 4. fundi sínum lóðarleigusamning að Nýrækt 12 ásamt lóðarblaði og fól bæjarstjóra að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Er einhver sem vill kveðja sér ljós hér? Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það komið að lið 11. Viljalýsing samstarf við Eyrbyggju-félagið. Lögð fram drög að viljayfirlýsing samstarf sameinaðs sveitarfélags, Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar og Eyrbyggju-félagsins þróun uppbyggingu Eyrbyggjuseturs og skildi í Helgafjarðarsveit. Orðið er laust undir lið 11. Engin kveðja sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir viljayfirlýsingu samstarf sameinaðs sveitarfélags, Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar og Eyrbyggju-félagsins þróun og uppbyggingu Eyrbyggjuseturs og skildi í Helgafjarðarsveit með þeim fyrirvörum sem endurspeglast í viljayfirlýsingunni. Hver eru samþykkið þessum? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 12. Erindi frá Eyja og Miklaholtshrepp. Lagt er hér fram erindi frá sveitarstjórn Eyja og Miklaholtshrepp þar sem leitast er eftir samtali sameiningarkosti. Bæjarráð tók á 4. fundi sínum jákvætt í samtölum sameiningar. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 12. Engin kveðja sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum lið 13 Breiðafjarðarferjan Baldur. Lagt er hér fram svarbréf Vegagerðarinnar við fyrirspurn annars fundar bæjarráðs, Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar varðandi framgang og stöðu mála vegna Breiðafjarðarferjunnar Baldurs. Bæjarstjórn fagnar því að Vegagerðin hefur formlega auglýst eftir nýrri ferju sem notað eigi til siglinga við Breiðafjörð á meðan unnið er að hönnun og smíði nýrrar ferju. Vegna áskilnaðar í útboði Vegagerðarinnar leig á skipi með kauprétti áréttar bæjarstjórn mikilvægi þess að ríkið kaupi ferju á meðan unnið er að smíði nýrrar ferju, þannig að tryggja megi fyrirsjáanleika í ferjusiglingum. Þá fagnar bæjarstjórn að ákalli bæjarstjórnar bættan viðbúnað til að tryggja betur öryggi sjófarenda hafi verið mætt með því að staðsetja dráttarbátinn Gretti sterka í Stykkishólmi. Bæjarstjórn leggur þunga áherslu á að gert verði ráð fyrir kaupum á nýrri ferju í fjárlögum fyrir árið 2023 og að fjármálaáætlanir ríkisstjórnarinnar og 5 ára samgönguáætlun endurspegli þá framtíðarlausn í ferjusiglingum Breiðafjörð að ríkið hanni og smíði nýja ferju sem hönnuð verði með tilliti til orkuskipta framtíðarinnar og nýskæti sem varaskip fyrir Herjólf. Án samþykktra áforma og heimilda í áætlunum ríkisins þar með talið viðeigandi fjárheimilda er Vegagerðin ekki tryggður sá rammi og sú stefnumörkun sem nauðsynleg er til þess að stofnunin geti fest kaup á nýrri ferju á næsta ári og hafið undirbúning á hönnun og smíði nýrrar ferju ásamt nauðsynlegum breytingum á hafnarmannvirkjum. Orðið er laust undir lið 13 Breiðafjarðarferjuna Baldur. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn skorar á innviðaráðherra og Alþingi að tryggja viðeigandi fjárheimildir í fjárlögum 2023 til leigu og kaups á nýju skipi og að innviðaráðherra og Alþingi tryggi að framtíðarlausn í ferjusiglingum með smíði nýrrar ferju endurspeglist í fjármálaáætlunum ríkisstjórnarinnar og 5 ára samgönguáætlun. Að öðru leyti vísa til fyrri ályktana á bókana vegna málsins. Hverjir eru samþykkið þessari áskorun? Og það er samþykkt samhliða. Liðið 14 honum var lokið, þannig að við erum komin að lið 15. Fjárhagsáætlun 2023 og 3 ára fjárhagsáætlun 2024 til 2026. Lögð hér fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar 2023 til 2026. Bæjarráð samþykkti á 4. fundi sínum að vísa fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafjarðarsveitar 2023 til 2026 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Orðið er laust. Jakob Björgvin.
Gjörðu svo vel. Forseti. Bæjarfulltrúar. Það er örstutt að gera grein fyrir helstu forsendur fjárhagsáætlunar 2023 og sem liggur fyrir fundinum. Nú, ég er tekin til fyrir umræðu fjárhagsáætlun sameiginlegs sveitarfélags Stykkis- og Bæjar- og Helgafellssveitar fyrir árið 2023 og þá til 3 ára 2024 til 2026. Og í þessari fjárhagsáætlun eins og liggur núna fyrir, þá liggur fyrir nákvæm bara rekstrargrunnur sem að hefur nú ekki tekið stórum breytingum frá endurspeglast ekki neina stóra breytingar á rekstrinum sem slíkum. Hvað var það þá einhver áherslubreytingar í rekstri nema þá áfram sé reynt að halda aftur af kostnaði og auðvitað eru líka tekjur varlega áætlaðar til lengri tíma. En þetta eru helstu forsendurnar hér. að reikna með 4,9% verðbólgu fyrir árið 2023 en ég gerir ráð fyrir það milli umræðanna muni þessi tala taka breytingum og sé þá með við nýja þjóðhagsspá sem kemur út núna á næstu dögum. Meðalvextir lána eru 3% raunvextir. Gjaldskráin hækkar 6,9% að jafnaði en við höfum rætt það að þetta sé svona megin regla en síðan eru sumar gjaldskrár vísitölutengdar og þá er það 9,3% hækkun í þeim tölum sem vísitölutengdar og síðan eru einhverjir liðir sem að hugsanlega taka hærri hækkunum en það er umræða sem við munum væntanlega fara og kafa ofan í milli umræðna og fá síðan input það frá innleggi þá umræðu frá fastanefndum. Nú, hækkun á hita og rafmagni er nú bara eins og venjubundið Fjárfestingarhreyfingar árið 2023 í þessu grunni sem við liggur fyrir núna er 130 milljónir í fjárfestingarhreyfingum og engar lántökur eins og grunnurinn lítur út í dag. En ég gerir ráð fyrir því að þetta verið tekið til umræðu í bæjarráði og núna í nóvember þá bæði gjaldskránar, reksturinn og síðan ekki síst fjárfestingarnar og uppröðun þeirra til lengri tíma, skemmri og lengri tíma. Nú ef maður horfir til 3 ára áætlunar 2024 til 2026 þá er gert ráð fyrir að tekjur hækki 4%, meðalvextir lána verið 2,8%, gjaldskrár hækki 4%, laun hækki 4% og síðan sjáum við útlistun á fjárfestingarhreyfingum 2024, 2025 og 2026 og miðast þessa tölu við að handbært fé verði kringum 90 milljónir eitthvað svoleiðis eins og kemur fram í helstu markmiðum hér fyrir neðan. Lántökur eins og fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir eru einungis 30 milljónir á árinu 2024 en engar lántökur á árinu næsta ári eða 2025 og 2026 og þarna endurspeglast mjög ágætlega og vel áhrif sameiningarnar á fjárhag sameinaðs sveitarfélags. Nú verðbólgan er þarna 2024 til 2026 bara í samræmi við útleiðslur og hagspár. Nú þetta eru það helstu markmiðin
að tryggja jafnvægi í rekstri sem við munum ná á strax á næsta ári. Gert er ráð fyrir í þessari áherslun að rekstrarniðurstaðan verði 160 milljónir en ég gerir ráð fyrir því að það muni lækka einhverju 20-30 milljónir með hækkun á verðbólgu sem kemur örugglega milli umræðana. Framleiðar hlutfall verði 15% í árslok 2023, veltufjárhlutfall rekstri af heildartekjum séu hærri en 9%, að fjárhlutfall nálgist 0,7 sem fyrst, handbært fé í árslok 2023 verði milli 85 og 95 milljónir og skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum verði í kringum 110%. Flest þessar markmiða munum við ná. Já, það þarf mikið gerast til þess að ná ekki flestum þessum markmiðum eins og grunnur liggur fyrir í dag. Gjaldskránar ætla ekki að fara neins sérstaklega yfir en það hefur verið teknað til ítarlegri umræðu í bæjarráði og í fastanefndum ásamt þá rekstrargrunnunum og fjárfestingum næsta ára og ég tel yfirferð minni hér lokin nema ég taki við einhver spurningum. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Það bara vissum það að það væri einhverjar spurningar fjárhagsáætlun 2023 og 3 ára fjárhagsáætlun. Ég taldi það víst. En bæjarstjórn samþykkir gjaldskrár sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar fyrir árið 2023 og vísar þeim til frekari umfjöllunar í bæjarráði, umsagnar í fastanefndum og til síðar umræðu í bæjarstjórn. Hver eru samþykkið þessu? Það er samþykkt samhliða. Bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar fyrir 2023 til 2026 og vísar henni til frekari umfjöllunar í bæjarráði og til síðar umræðu í bæjarstjórn. Var ég lest aftur þessu saman? Og umsagnar í fastanefndum. Hver eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá er komið að 16. lið sem eru minnispunktar bæjarstjóra. Þeir eru að lagði hér fram og bæjarstjóri ætlar að gera grein fyrir minnispunktunum. Gerðu svo vel, Jakob Björgvin. Forseti, ég ætla að gera grein fyrir mínum minnispunktum fyrir á yfirstandandi mánuð. Leikskólinn í Stykkishólmi auglýsti lausar 2 stöður, 100% stöður hjá leikskólanum. Aðra frá 1. nóvember 2022 og hina frá 1. janúar 2023 og er umsagnarfrestur til 18. október og er búið að ráða í stöðunar. Heilbrigðisstofnun Vesturlands óskar eftir að ráða sjúkraflutningamenn í Stykkishólmi bakvaktir til útkalla og var það auglýst á heimasíðu sveitarfélags jafnframt til þess að vekja frekar athygli á þeirri auglýsingu. Og þar var tekið fram að viðkomandi þurfi ekki að hafa lokið formlegu námi í sjúkraflutningum en þarf að hafa áhuga og vilja til að sinna því námi meðfram starfinu. Umsagnarfrestur er til 3. nóvember og nánari upplýsingar má finna á vefsíðu sveitarfélagsins eða á vefsíðu HFE eða hjá starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Menningarhátíðin Norðurljósin var haldin í 7. sinn í Stykkishólmi dagana 20. til 23. október. Hátíðin heppnaðist vel enda mikið í dagskrána lagt og veðrið var afskaplega gott. Vísast annars til umfjöllunar í Skessuhorni og vefsíðu sveitarfélagsins í þessum efnum.
opnaði fyrir umsóknir í uppbyggingarsjóð Vesturlands. Úthlutað verður í janúar og tilgangur uppbyggingarsjóðsins er að styrkja annars vegar menningarverkefni og hins vegar atvinnu- og nýsköpunarverkefni á Vesturlandi. Sjóðurinn er samkeppnissjóður og umsóknir metnar út frá þeim markmiðum og áherslum sem koma fram í sóknaráætlun Vesturlands. Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember næstkomandi og nánari upplýsingar má sjá á vefsíðu sveitarfélagsins. Ég hvet alla þá sem eru með hugmyndir í maganum að annarkvæmt hvað var menningarverkefni eða atvinnu- og nýsköpunarverkefni að setja sér samband við atvinnufulltrúa SSVAF og athuga hvort að þeirra hugmynd geti ekki fallið að þessum uppbyggingarsjóði. Hinn árlega hundahreinsun fer fram með 9 sniði í ár. Í stað þess að boða alla hunda í hreinsun sama daginn líkt og undanfarin ár mun Dýralæknamiðstöð Vesturlands hafa samband við eigendur skráðra hunda og bjóða þeim að bóka stuttan tíma. Auk hundahreinsunar yrði þá boðið upp á snögga heilsufarsskoðun og hundaeigendum gefst tækifæri á að spyrja spurninga og fá ráðgjöf varðandi sína hunda ef þess þarf. Þeim sem ekki hugnast þetta yrði þá boðið að koma einungis fyrir ormalyfjagjöfina. Hundaeigendur geta því átt vona á að dýralæknir setji sér samband við þá á næstunni. Gert er ráð fyrir að hundahreinsun verði í gangi næstu 2 til 3 vikurnar með þessu nýja sniði. Nú einnig er vakin athygli á því að einhverjir með óskráða hunda eru því hvattir til þess að hafa samband við dýralækni að fyrra bragði og ganga frá skráningu hundana í íbúagátt sveitarfélagsins, sameina sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Tvær lóðir voru auglýstar á dögunum. Lóðin Aðalgöta 16 hefur verið auglýst annars vegar og það er hefur nú bæst á útlendalista. Umsóknarfrestur er til 29. október á þeirri lóð. Nú eftir þann tíma er henni úthlutað til fyrsta umsækjanda sem leitar eftir henni að uppfylltum skilyrðum reglana. Á lóðinni má byggja hús sem hýsir 1 eða 2 íbúðir. Áhersla er lögð á að húsið verði í anda þeirra bæjarmyndar sem einkennir miðbæ Stykkishólms. Lóðin Laufásvegur 19 hefur einnig auglýst til úthlutunar og umsóknarfrestur á henni var til 14. október og engin umsókn barst á umsóknarfresti. Hún er því á úthlutunarlista og verður úthlutað til fyrsta umsækjanda sem eftir því leitar uppfylltum skilyrðum fyrirliggjandi reglna. Nú dráttarskipið Gretti Sterki lagðist til bryggju í Stykkishólmshöfn í byrjun þessa mánaðar. Skipið verður til taks í Stykkishólmi ef á þarf að halda þar til ný ferja tekur við að þeirri gömlu. Bæjarstjórn sem ég reikna með að verði svona eða eftir áramót með við útboð Vegagerðarinnar sem var farið að síðan yfir fyrr á fundinum. Bæjarstjórn hefur ítrekað lagt þunga áherslu á að annað skip hefji siglingar yfir Breiðafjörð sem allra fyrst þar sem núverandi ferja standist ekki nútíma öryggiskröfur. Á öðrum kosti lagði Bæjarstjórn til að dráttarbátur yrði staðsettur í Stykkishólmshöfn til að tryggja betur öryggi sjófarenda á Breiðafirði og hér hafiði Bæjarstjórn fyrr á fundinum fagnað þeirri viðleitni samgönguyfirvalda að staðsetja hér dráttarbát til þess að tryggja þá betur öryggi sjófarenda og traust á ferjusiglingum Breiðafjörð sem er nauðsynlegt traust auka nauðsynlegt traust á ferjusiglingum hér Breiðafjörð þar til ný ferja hefur siglingar eftir áramót. Nú einnig er búið að leggja teppaflísar á gömlu myndbandastofunni í grunnskólanum eða mun það vera gert fljótlega ef það er ekki búið. Gert er ráð fyrir að Regnbogaland flytji inn stofuna fljótlega eftir vetrarfrí. Vagnstjóri á þjónustumiðstöð jafnframt gerir sér ferð upp á Súgandiseyja á dögunum. Fyrir þá sem ekki vita er þar teljari og á vef ferðamálastofum á sjá tölfræðina fyrir hina ýmsu áfangastæði á landinu og þar með talið Súgandisey og samkvæmt þeim teljara komu 55.000 manns eða sóttu 55.000 manns eyjuna í fyrra. En á þessu ári hafa til þessa 99.000 manns gengið upp á Súgandisey. Þannig að það er næstu því tvöföldun á heimsóknum upp á eyjuna samanborið árið í fyrra
og árið ekki en árinu er ekki það er langt eftir árinu og getur þá réttilega kannski farið yfir 100.000 með þetta. Mest var umferðin í júli en að þá fóru á eyjuna meðaltali 704 á hverjum degi en mesti fjöldi á einu degi í þessum mánuði var í 20. október síðastliðinn þegar að 1100 manns gengu upp á eyjuna. En á þessu sögðu þá líki hér yfirferðin mín yfir helstu minnispunkta þessa mánaðar. Takk Jakob Björgvin fyrir ágætis yfirferð og minnispunktum. Orðið er laust undir þessu lið. Engin kveður sér hljóðs. Ég tek undir með Jakob að Norðurljósahátíðin var einstaklega vel heppnuð og ég vil þakka öllum bæjarbúum sem koma að henni og við sem vorum á setningarhátíðin á 50 deginum sáum það að þetta var alveg feikilega fín dagskrá sem þar var. Við eigum mikið af hæfileikaríku fólki sem mæ og takk fyrir það. En þá er komið að lokum þessa fundar og ég slít fundi klukkan 18:08.